ofsalega hérna gaman að sjá ykkur. Heyrið í mér það? Halleluja. Ég hérna með ægilega þörf fyrir að tjá mig akkurat núna. Og ég fekk leyfi hjá Sibbi til þess að tjá mig kannski aðeins meira heldur en vanalega. Svona sem lofgerðarleiðtogi. Síðan að, ég veit ekki hvort þið veistu það, síðan að hérna að við komum ég og Jóhanna frá Ísrael núna fyrir 2 vikur síðan, þá búið að vera voða mikið að gerast. Ég held að geta enginn sem að trúir á Guð farið til Ísrael öðruvísina og skoða þessa stað og annað heldur maður snertast á einhvers konar hátt. Ég held að maður verða að hafa ósköp mikið steinhjarta til að verða ekki fyrir einhvers konar áhrifum, og við sannarlega urðum fyrir áhrifum. Og hérna og ég er nú bara einu sinni þannig einstaklingur að hérna ég veit að ykkar ganga með Guði, hún er örugglega svona rosa slétt og fellt, en það ekki en mín, hún er dálítið svona, hún fer stundum í hæðir og lægðir og svona ýmsar beygjur og annað slíkt sem að það er bara karakterinn sem ég gerir of mikið af mistökum, en Guð hefur einhvern veginn alltaf sett mig svo inn á veginn aftur, og akkurat núna er ég á veginum, ég vil ekki segja svo þú veist, ekki miskilja mig, ég er ekki hlaupandi út og suður, en þú veist, maður er mismunandi svona heitur, maður er mismunandi svona, þú veist, einhvern veginn hérna tengdur eða já, einmitt, og hérna, og nú er sumarinn, og hérna, og það sem að er búið að vera að tala rosalega mikið til mín, og það sem að gerist automatist þegar að maður einhvern veginn er, ég kom að segja nær Guði, eða svona þegar maður er meðja með hugan við Guði, þá færist maður nær Guði, allir það sé ekki réttari lýsing. Því að hann segir náttúrulega nálgist mig og þá mun ég nálgast yður. Þú veist, við tökum fyrsta skrifu og þá tekur hann mörg skrif. Þannig virkar það í Guði, og það er annað stafið það sem hann segir, sem er alveg brendur í huga minna, það sem hann segir í orðisinu, þér hafið ekki vegna þessi biðið ekki. Og það væri, þú veist, í sjálfum sér er alveg heil predikun þetta mál, en ég ætla nokk ekki að fara með heila predikun hérna, en hugmyndafræði bak við þetta er þetta að Guð skapaði okkur í sinni mynd og gaf okkur frjálsan vilja. Ég verð að segja að mér finnst það pínu heimskulegt, en hver er ég að ég fengi að Guð? Mér finnst það heimskulegt að því leitunni ég skil ekki að hann treyst okkur fyrir þessu, því að við erum svo eins og, já, ekki þið, ég, svo mistækur að vera treyst fyrir svona stóran hlut, að hafa allt þetta vald, er eiginlega bara, ef ég staði frammi fyrir því að afhenda Rúnar Ólafssyni þetta vald og hann til senn, það er ekki að fara að gera sér. En hann gerði það samt, því að hann er góður Guð. Má ég heyra með? Og þetta vald sem hann sett okkur í hendur, einmitt eins og hann talar þér hafið ekki vegna þessi biðingi. Það vil segja að þú flippar þessu, þá segirðu, ef hann segir þér hafið ekki vegna þessi biðingi, það vil segja ef þið biðið þá hafið þið. Er það ekki? Af því það er hin hliðin á sama tening. Og þess vegna myndi ég segja að það væri pínu mikilvægt að myndi biðja þetta ekki. Og það er það sem er búið að vera að gerast undanfarna, þú veist, vikur, og enn og aftur ekki miskilja, ég bið alveg oft, en svo fer maður inn í svona tímabið þar sem maður biður mikið. Og það skrýtna við það er svo skrýtið að ég skuli ekki haldast á þeim stað, því að alltaf þegar þetta gerist, þá fara allskist hlutir að gerast. Er einhver sem þekki það hér inni? Ég sé nokkur að hendur á lofti. Því að málið er að hann segir þér hafið ekki vegna þessi biðingi, og það vil segja þegar þú biður og þá hefur þú. En ég var að hugsa í morgun og ástæðan fyrir þessu, ég var á Brettun í morgun í ræktinni og ég var að horfa á predikun með honum Markur Öttland sem var gætinn okkar úti og er að koma hér í júlí. Magnaður maður, hann er að fara að hefja samkomu, bara eina af mörgum, hann predikar oft í viku og er að fara að biðja fyrir samkominu og allt í hennu bara mæti greinilega nærvera Guðs. Og það gerist eitthvað, maður finnur það, maður sér það, maður upplifir það. Og þá byrjaði þessi hugsun, þú veist, hvaða er mikilvægt að biðja og allt í hennu fór þessar hugmyndir hvað er búið að gerast undanfarnar viku. Það eru ótrúlega hlutir búin að gerast undanfarnar 2 vikur sinni ég kom heim. Einstaklingar hafa komið til mín
sem að voru einu sinni hérna í kirkjunni til dæmis, hafa komið upp í hugum og ég tók bara upp síman af því að, þú veist, leiðum maður fyrir að biðja og maður nálgast Guð og hann nálgast mann og þá fer maður að fá meira hjarta Guðs. Því meira sem þú dvelur í nærveru Guðs, því meira fer það líkast honum og fara meira af hjarta hans. Og hjarta hans fyrst og fremst kærleika. Og þegar þú ferð að upplifa kærleika í hjartaði, þá ferð að vilja gefa kærleika. Maður heyra mér? Þetta alveg ótrúlega skemmtilegt hvernig þetta virkar. Af því að Guð nefnilega, hann svo góður. Það það sem málið, hann svo góður. En það sem ég var að hugsa í morgun þetta, það svo oft þegar við erum að biðja eitthvað og þá kemur það öðru vísi heldur en það kemur, þú veist, þú færð það sem þú þarft, en þú færð kannski ekki endilega það sem þú vildir. Maður heyra mér? Ég veit að Sibba skilur hvað ég á við og fleiri hérna. Ég ætla að útskýra það eins betur. Það eins og til dæmis þegar barnið þitt kemur til þín og segir, þú veist, á hvaða aldri sem þið mamma eða pabbi, viltu gefa mig pening? Þú sem foreldri veist raunverulega hvað barnið þitt þarf. Skilur. Segjum svo að þú sért með einstakling sem orðin fullorðinn og biður þau pening. Og þú segir, já en elsku barnið mitt, ég ætla ekki að gefa þér pening, ég skal hins vegar sittast niður með þér og hjálpa þér að skipuleika fjármálið. Þú fær bænasvarið, en það kom bara öðruvísi sem þú bjóst við. Það að skilja tenginguna? Skilur. Og þannig Guð búinn að vera að svara bænum mínum núna undanfarna daga, að hann búinn að koma með ótrúlega skrítin svör við bænum sem að ég held að ég vissi nákvæmlega hvað ég þyrfti, en hann veit hvað ég þarf. Má ég heyra með? En svörin koma. Það the moral of the story. Þú veist, það svörin koma. Og þess vegna langaði mig svo í dag fyrir þá sem að hérna bæði hér eru og sérstaklega líka þá, ekki sérstaklega líka þá, það var líka þá. Ég að reyna að æfa mig að tala við hérna með myndavélarnar. Það svolítið flókið. Maður alltaf svo vanur, ég búin að gera þetta í mörg ár, maður tala alltaf í salin og svo þá maður alltaf núna að byrja að tilengja sér að tala við fólki sem að horfa á. Og ég veit ekki, þið sem eru hér, bara svo þið vitið að það oft hundruður sem að horfa á okkur. Það er svo mikilvægt að við viðurkennum það og tölum til þeirra. Því að þetta hluti af bóðinu og ekki síst stór hluti af henni því að það alveg ótrúlega margir að horfa á okkur á netinu. Þess vegna ég að reyna að aga mig að gera það. En mér langar svo í dag að við hérna, það var eitt af því sem kom í morgun til mín, það er hægt að biðja og svo er hægt að biðja. Ég var að eiga þetta samtal hérna með nokkura hérna fyrir samkomu og þú veist, það sem vandamáli með þetta að biðja eða biðja, það að þessi greini þar á að þegar þú ert að biðja, sem seinni hlutinn, það er oft fætt út frá þegar þú finnur einhvern veginn að það verið að hlusta bænina, þá er það oft fætt út frá einhverju neyð. Það færir okkur á annan stað að bæn okkar verður einhvern veginn þannig djúp og opinn og frá hjartanu, kemur einhvern veginn héðan, ekki héðan, heldur héðan. Skiljið hvað ég við? Og það er einhvern veginn oft þá sem að maður upplifir, þú veist, já þessi bæn heyrð og oft er henni svarað mjög hratt eða maður bara upplifir nærveru Guðs sem að biðja. Er einhver sem að kannast við? Það er það sem að mig langar svo til þess að eignast meira og langar til þess að þið eignist meira og ég trúi því ástæðan fyrir því að Guð verið að sýna mér til morgunum vegna þess að það eru einhverjir hér, bæði hér inni og einhverjir líka sem eru að horfa í myndavélunum sem eru með bænarefni, kringustæður. Það geta verið fjárhagslega, Drottinn til að koma inn í það geta verið félagslega, það geta verið atvinnulega, það geta verið líkamlega, það geta verið veikindi, það geta verið sambönd, hjónabönd sem að eru komin í þrot sem að Drottinn hefur áhuga að koma inn í og snúa við. Það geta verið stefnubreiting í lífinu. Þú ert að berjast kannski við það að taka ákvörðun, nú er ég búin að vera á þessari leið, mér langar að fara í þessa og Drottinn hvernig, þú veist, gefðu mig visku, talaðu inn í líf mitt. Allt sem þú hefur í lífinu hefur Drottinn áhuga að koma inn í og hjálpa þér með. Má ég vera með? En þú verður að biðja. Það er ekki nóg bara að hugsa það, því að Drottinn er með svarið en hann segir, þér hafið ekki vegna þessi biðja. Þess vegna langar mig í dag, með þessum ofsalega langa aðdraganda að biðja hér fyrir samkomuna, að við biðjum saman. Og mér langar að leggja ríka áherslu á þetta, bæði við þá sem hér eru og fyrir þig líka sem ert heima í stofu. Það getur vel verið að þú sért ekki einu sinni frelsaður eins og við kallum það, þú tilheyrir ekki kirkju eða annars slíkt, en Drottinn hefur áhuga að svara þínu bænum líka. Má ég heyra með?
Ég veit að það eru nokkur sem voru að segja með núna. Ég alveg viss það. Ég viss að Drottinn með eitthvað óbúslega gott í gangi hér í dag. Og hann þráir að svara bænum. Og mér langar svo til þess að þú takir efann. Þú veist, ég veit að sumir eru að berjast við það sem ég er að segja og þú veist, berjast við það. En hvaða máli skiptir það? Þú þarft ekki að trúa mér. Alls ekki. Þú þarf bara að trúa orði Guðs. Og hann segir þér hafið ekki vegna þessi biðingi. Ég veit að eiginlega öll okkar sem erum hér, sjálfsagt öll okkar, höfum upplifað þennan kærleika Drottins. Hann fyrst og fremst kærleikur, hann hefur áhuga að koma inn í þína kringumstæður. Mér langar til þess að þú sannfærist þér í dag. Og allavega prófið það, ekki vegna mín, heldur vegna þín og kringumstæðana sem hann getur leyst. Það eru kannski einstaklingar sem út með á huga eða hjarta, einhver í fjölskylduðinni sem er dauðvona, einhver sem er á dauðans leið, sem á glötuna leið, sem þú vilt að verði gripið inn í. Drottinn getur sendt fólk. Hann getur svarað bænum þínu hér í dag og hann getur sendt ekkert endilega þig, heldur bara einhvern annan. Hann getur vakið upp einstakling einhvers staðar út í bæ sem kemur inn í kringumstæðu þessa einstaklings og mætir honum. Hvort sem það er bróðin, systrin, mamma þín, hver sem það er. Og ég finna núna, þetta er að magnast í þinni. Maður heyra með. Drottinn vill svara bænum hér í dag. Maður heyra með. Drottinn vill svara bænum hér í dag. Halleluja, Drottinn. Mér langar til þess að við rísum á fætur og við byggjum fyrir þessari stund. Ég bið Drottinn að blessa þessa stund og allt það, en mér langar til þess að þú biðjir hér í dag fyrir bænar. Þú þarft ekki að gera það upphátt og fyrir þig sem heima, þú veist, ef þú ert heima gerðu það, ef þú ert í bílnum, talaðu, það er alveg leyndardómur í því að tala hlutinu út. Þú veist, það er opaslega gott þegar maður tala hlutinu út og þú heyrir það sjálf. En það, bara biðja. Mér langar til þess að þið biðjið hér í dag fyrir þessum málefnum sem eru á ykkar hjarta. Eru þið til í það með mér í dag? Þú veist, eru þið til í það? Mér langar til þess að fá að sjá og heyra bara sigurinn sem kemur inn í lífinu á næstu vikum þegar þið biðjið. Ég trúi því að það gerist. Má ég heyra með? Ok, við skulum biðja saman. Takið þið upp þessi efni, þessi mál. Jafnvel, vitið það, ég veit að það er stundum hluti sem að maður þorir ekki að biðja af því manni finnst það svo ólíklegt. Þú veist, manni finnst það svo ólíklegt. Jafnvel eitthvað sem að maður gerði. Bara, það getur verið fyrirgefning. Drottinn, viltu hjálpa mér að fyrirgefa öðrum og líka fyrirgefa sjálfum mér. Ég á alltaf erfiðast með það. Það er að fyrirgefa sjálfum mér. Bara Drottinn, viltu hjálpa mér að fyrirgefa sjálfum mér. Heilagur Drottinn Jesús, biðjum saman. Drottinn, mér langar til þess að biðja þig fyrir einum og sérkvörðum sem að heyra orðin hér í dag. Viltu tala til þeirra? Viltu mæta þeim? Hvort sem þeir eru hér í þessum sal, Drottinn, að hvar sem þeir eru að hlusta á netinu og horfa á okkur, Drottinn, viltu mæta þeim? Drottinn, ég sé bara fyrir mig fólk sem að tárin eru byrjuð að renna hjá og þau eru heim í stofu, þau eru í bílnum, þau eru einhvers staðar í vinnunni og Drottinn, ég biði bara, viltu mæta þessum einstaklingum og þeim málefnum sem þau eru núna að leggja fram fyrir þig. Ég veit þú ert góður Guð. Ég veit þú ert góður Guð, Drottinn minn. Og þú vilt svara bænum. Viltu bara sýna þeim, viltu umvefja þau og viltu fylla staðinn sem þau eru á núna með kærleika þínum. Og ég biðist, Drottinn, fyrir því sama hér í þessari kirkju, Drottinn, og þessari stundu viltu fylla þennan stað af helgri nærveru þinni, Drottinn. Og viltu, Drottinn, heyra bænir. Viltu hjálpa okkur að fá dirsku til þess að biðja út bænirnar, Drottinn, sem við þurfum að biðja. Að leggja fyrir þau málefni, Drottinn. Drottinn, ég bið fyrir fjármálum hér í dag. Ég bið fyrir samböndum hér í dag. Ég bið fyrir hjónaböndum hér í dag. Samskiptum, Drottinn. Vinnumálum, Drottinn. Ég bið fyrir heilsu, Drottinn. Fólk sem að liggur, Drottinn, í alvarlegum sjúkdómi bið ég fyrir í dag að þú komið með ótrúlega inngrip sem koma bæði læknum og öðrum á óvart, Drottinn, í Jesú nafni. Halleluja, Drottinn. Ég bið stefnubreytingu fyrir þá sem eru í þeim huga, Drottinn. Ég bið að Drottinn, að þeir sem eru að huga að því að skipta vinnu, að þú gefið þeim betri vinnu með betri laun, Drottinn. Að þú opnir dyr fyrir þau, Drottinn, í Jesú nafni. Ég bið fyrir því fólki sem að þau eru með í huga hér. Ég legg það allt fram fyrir þig. Ættingjar, Drottinn, bræður, systur, mæður, frængur, frændur, sem að, Drottinn, fólkið hér og þeir sem eru að hlusta okkur að biðja fyrir og að leggja fram fyrir því, viltu grípa inn í líf þeirra, viltu senda eitthvað fólk til þess að tala lífin í þeirra líf, Drottinn, í Jesú nafni, að mæta þeim á veginum þar sem þau eru, Drottinn, á ótrúlegustu stöðum þá mætir þú og þú dregur upp Kristi gott fólk sem að tala lífin í þeirra líf, Drottinn, og vitnar fyrir þeim, Drottinn, og vitnisburður fyrir þeim, Drottinn, í Jesú nafni. Drottinn, ég bið þig í Jesú nafni, Drottinn.
og fjárhag, Drottinn. Ég bið fyrir fjárhagslegri blessun yfir alla þá sem að hlusta á orð mín hér, Drottinn, alla þá sem eru hér inn í salnum, komdu með óvenjulega fjárhagslega blessun þína, Drottinn, yfir líf fólks, Drottinn. Ég bið fyrir Íslandi, Drottinn. Ég bið fyrir Ísrael, Drottinn. Ég bið fyrir, Drottinn, stjórnmálamönnum og þeim ráðamönnum sem ráða landinu okkar góða, Drottinn. Viltu tala visku inn í þeirra hjarta og huga, Drottinn, í Jesú nafni, þegar þeir taka ákvörðunni til að stýra landinu okkar góða, Drottinn. Ég bið fyrir þessari kirkju, Drottinn, fyrir fjárhagslegri blessunum, andlegri blessunum. Ég bið fyrir Sibbu þegar hún talar og leiðir þessa kirkju, Drottinn. Ég bið fyrir alla, Drottinn. Ég bið fyrir öllum þeim sem að starfa hér í kirkjunni. Ég bið blessu þína líf og kraft, Drottinn, í Jesú nafni. Ég bið þig, Drottinn, fyrir okkur öllum sem stöndum á pallinu, viltu koma með smurningu þín og leyfa okkur að nota hana þér til dýrða, Drottinn, í Jesú nafni. Ég bið þig, Drottinn, í Jesú nafni. Viltu koma með eitthvað óvenjulegt og eitthvað gott? Viltu koma með tengingar fyrir þessa kirkju, Drottinn? Einstaklingarnir sem eiga að koma hingað til að tala, til að hjálpa, til bara flæði hér inn dyrnar, Drottinn, í Jesú nafni. Og fólki sem að þarf á þér að halda, Drottinn, sem þarf að heyra orð þitt, þarf á lækningu fyrirbæn, kærleika að halda, það flæðir hér inn, Drottinn. Hvort sem það er í gegnum netið, í gegnum hurðarnar hérna, Drottinn, þá kemur með það, Drottinn, og þú gefur okkur visku til að taka rétt utan þau með kærleika, Drottinn. Í Jesú heilaga nafni, Drottinn. Halleluja, Jesús. Það er gott að biðja, elsku fólk. Það er gott að biðja. Má ég heyra með? Halleluja. Það er gott að biðja. Heilagur ertu, Drottinn Jesús. Við elskum þig, Drottinn. Við elskum þig, við elskum þig, við elskum þig. Við elskum þig, Drottinn Jesús. Okkur langar til að segja þér það hér í bæn, Drottinn, í lofgjörð. Okkur langar til þess að taka tíma til þess að lyfta upp nafniðinu, Drottinn, og segja takk fyrir öll bænasvörin sem að nú þegar eru komin, Drottinn, og þau bænasvör sem eru á leiðinni, Drottinn, fyrir allt sem þú gert fyrir okkur og skildir koma inn í líf okkur og skildir hafa sendt soninn til að deyja á krossi fyrir okkar syndi, Drottinn, að þú skildir virkilega, Drottinn, taka tíma til að hugsa okkur, Drottinn. Og við ætlum að taka tíma í dag og hugsa þig og segja takk, Drottinn, því við elskum þig, heilagi Faðir. Við elskum þig. Halleluja. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Hallelujah. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. It was the best thing I've ever done. In His arms I feel protected. In His arms never disconnected. In His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. Come on. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Oh, in His arms I feel protected. In His arms never disconnected. In His arms I feel
was the best thing I've ever done. Við þörfnumst þín, drottin, halleluja. Já, við þörfnumst þín, elsku faðir, halleluja. Og við viljum bara meira af þér í dag hér, drottin. Fyllt þennan stað af þér, drottin. Við þörfnumst þín í dag, drottin. Við bara þörfnumst þín, drottin. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hands and bow our knees and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Hallelujah. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Hallelujah. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hands and bow our knees and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Yeah. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Yes. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our heads
Jesus, halleluja. Heilagur ertu drottinn Jesus. Heilagur ertu drottinn Jesus, halleluja. Halleluja. Við viljum meira af þér, drottinn minn, við viljum meira af þér. Já, drottinn, við taka okkur á hana stað á ný, drottinn, halleluja. Það sem við kynntumst þér fyrst, drottinn, halleluja. Come on, take me back. Halleluja. Wow, halleluja. Drottinn, halleluja. Við þráum meira þessari dýrða nærverðinni, drottinn. Við þráum bara meira þessari dýrða nærverðinni, drottinn. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, drottinn. Þú ert svo heilagur, drottinn. Þú ert svo heilagur, drottinn. Halleluja. Guð sem mættur á staðinn. Þeir sem eru sitið í sætunum og þið finnir það eitthvað að gerast. Þetta er ekki bara gæsað, þetta er andi Guðs að snerta við ykkur. Ef þið viljum meira, farið þá aðeins lengra. Lokið augunum, lyftið upp höndunum, því andi Guðs sem mættur á staðinn. Njótið þess að vera bara í anda Guðs, njótið þess að vera í honum. Því hann er kominn hann. is an awesome God.
heaven above with wisdom, power, and love. God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Halleluja, drottinn Jesús. Heilagur drottinn Jesús. Það þvílík nærvera drottins inn. Halleluja. Mér langar til þess að við höldum okkur á þessu stað að lyfta upp hans nafni. Hans nafni, halleluja. Það hann sem skiptir öllu máli, halleluja. Það Jesús. Það Jesús, halleluja. Og það sem hann gerði á krossinu. Nafnið Jesús, það svo mikill kraftur í þessu nafni Jesús. Það kraftur í bæninni. Og þegar við biðjum, þá biðjum við í Jesu nafni, má ég heyra með. Því að það kraftur í nafni Jesu. Halleluja. Við vorum að tala bænina. En þetta allt hægt fyrir nafnið Jesús. Má ég heyra með? Það það sem innsiglar bænina. Það sem við biðjum upp, það þegar við biðjum í nafni Jesu. Halleluja. Og það ekki gamaldags að tala blóðið sem rann á Golgata. Því að það líf í blóðinu sem rann á Golgata, má ég heyra með. Það getur vel verið að einhverju finnist það gamaldags, en ég segi nei. Ég segi það nafnið Jesús. Það nafnið Jesús sem skiptir öllu máli, má ég heyra með. Og það sem þú ert að upplifa hér í dag frelsunarkraftur frelsar hans Jesú, má ég heyra með. Og það hans heilagur andi sem að starfa og verka í okkur hér í dag, drottinn. Halleluja. Og við viljum meira af þér, drottinn. Við viljum segja takk Jesús. Og við viljum segja takk Jesús. Halleluja, Jesús. Má ég heyra með. Halleluja. Það kraftur til að biðja hér í dag og fá lausn, má ég heyra með. Því að andin bara, það allt opið hér í dag, má ég heyra með. Halleluja. Látlust vil ég lofa nafni Jesús. Halleluja. Syngjum þetta saman, elsku vinir. Halleluja. Því hann á það svo mikið skilið, má ég heyra með. Látlust vil ég lofa nafni Jesús. Lausn og frelsi veitir þetta. Þegar fjöldans nafnum fló, muni fara nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðinum og greið
sem bara raddir allir saman. Ég elska það. Nafni Jesús. Nafni Jesú færa nafni Jesú fyrir nafni Jesú á ég líf í dag á ég líf í dag á ég Takk Jesús. Takk Jesús. Heilagur drottinn Jesús. Þessi samkom að fara allt öðru sem ég held. Prógramið út á gluggan, en hún að fara í góða átt, elsku vinnir. Ég bað Guð kom okkur óvart í dag. Hann búinn að koma okkur óvart og vitið það, elsku vinnir, hann til í að gera miklu meira. Ég fann kraft hér rétt áðan, mikinn kraft Guðs, og ég þrái þennan kraft Guðs. Og ég held að það skipti alveg gríðarlegu máli að við séum á bæn að biðja drottinn að mæta okkur í líf okkar, mæta hér á samkomur. Ísland þarf að heyra og finna þetta. Við þurfum að finna Jesú. Við þurfum öll að Jesú halda, en Ísland þarf þess, heimurinn þarf þess og við erum erindrekar hans. Og þessi kraftur sem við vorum að finna hér áðan, mismikið sjálfsagt, en vitið það er svo mikið tækifæri hérna. Þú veist, það voru moment hérna áðan sem ég sagði, vá, hann mættur. Það allt mögulegt, það allt mögulegt. Húsi getur farið af, þakki getur farið af húsinu. Má ég heyra með? Og ég þrái það. Ég þrái að við séum í þakviðgjörnum hérna á hverju mánudegi, vegna þess að heilagur andi lyfti þakinu af og það þarf að negla það niður aftur. Má ég heyra með? Sippir ekki alveg þarna, en drottinn getur séð til þess að það komi peningar til að laga það þá. Má ég heyra með? Þetta stórkostlegur Guð. Þetta æðislegur Guð. Þetta kærleiksríkur Guð sem svarar bænum og vill gera allt fyrir þig. Má ég heyra með? Hann vill fara með þig. Hann vill fara með þig á staði sem að þér getur ekki einu sinni dreymt má ég heyra með? Halleluja. Hann með fyrir því hluti sem eru svo stórkostlegir. Má ég heyra með? Það allir möguleikar, allar dyr opnar hér í dag. Má ég heyra með? Má ég heyra með? Halleluja, rísum á fætur, lyftum höndum okkar og við tökum á móti hans nærveru í dag, halleluja. Við tökum á móti þér, drottinn Jesús, og við viljum allt sem þú hefur fyrir okkur, drottinn, og við viljum segja takk, Jesús, fyrir það sem þú gert, það sem þú ert að fara að gera, drottinn, og ert að gera núna í Jesu nafni. Takk, Jesús, halleluja. Þvílíka Guð sem við tilheyrum, halleluja. Halleluja. En það í bljúri bæn, sem að krafturinn kemur, má ég heyra með. Og mér langar að heyra í bljúri bæn. Halleluja. Því að það í bljúri bæn sem að hlekkir fara. Þetta meikar engan sens. Það meikar engan sens þegar þú ert í Ísrael og þú sér hlutinu sem að drottinn gerði. Þetta meikar engan sens. Hvar herinn? Hvar eru byssurnar? Hvar stórskotaliði? En það í bæninu og auðmýktinu. Það á hnjánum. Sem að hlekkirnir brotna af, má ég heyra með. Það þegar þú ferð inn í auðmýktinu og þú biður drottinn Guðinn, heilagan og himnum að hjálpa þér, að fyrirgefa þér, að leysa, að þá kemur lausnin og hlekkirnir fara af. Við þekkjum þetta öll þegar við tókum á móti, má ég heyra með. Halleluja. Og hann að gera þetta núna og ný, má ég heyra með. Halleluja. Það nýr kraftur. Og hann kemur í gegnum bljúga bæn. Halleluja. Í bljúri bæn sem bara það mun leysast og laði ekki kraftur yfir þessa kirkju sem að enginn hefur séð á þeim, má ég heyra með. Í bljúri bæn munum við fara með fagnaðarerindið allt til endamarka jarða, má ég heyra með. Í bljúri bæn munum leysast og laði ekki hluti sem að þig hefur ekki einu sinni dreymt og rétt að byrja að gerjast í þig núna og ég talaði úti í Jesu nafni nýtt líf, nýjan kraft, halleluja.
Drottinn, nýr farvegur má ég heyra með. Í gegnum þessa bljúgu bæn. Og það okkar bænir má ég heyra með. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Ég ólga innan, elsku vinir. Ég ólga innan. Halleluja. Í bljúgri bæn og þökk til þín sem þekkir mig og verkin mín. Ég leita þú leittu mig Hlustið á orðin, elsku vinir. og lýstu mér ævistig. Ég reika oft árangri leið, sú rétta virðist aldrei greið. Ég geri margt sem miður fer og mann svo sjaldan eftir þér. Ó, Jesús. Því við gerum svo margt sem miður fer og við munum svo sjaldan eftir þér. Sú ein er bæn í brjósti mér, ég betur kunni þjála þér. Því veit mér feta veginn þinn, að verði þú, æ Drottinn minn. Elsku Því veit mér feta veginn þinn, að verði þú, æ Drottinn minn. Sú ein er bæn í brjósti mér, ég betur kunni þjóna þér. Því veit mér feta veginn þinn, að verði þú, æ Drottinn minn. Að verði þú, æ Drottinn minn. Halleluja. Ó, Jesús. Ég bara veit ekki hvort það er hægt að enda þetta á betri nótu. Sú ein er bæn í brjósti mér, að betur ég kunni þjóna þér. Því veit mér feta veginn þinn, að verði þú, æ Drottinn minn. Halleluja. Þvílíkt falleg bæn. Sú ein er bæn í brjósti mér, ég betur kunni þjóna þér. Látum þetta vera bæn okkar hér í dag. Má ég heyra með? Halleluja. Sibba.
Halleluja, rosaleg nærvera hér í dag. Jú, örgla, það ekki bara. Ég alveg dottin út. Vá, takk Jesús. Þetta svona þegar Drottinn mætir á svæði og dýrðar nærvera Drottins, hún snertir okkur. Það eins og eitthvað gerist og við getum ekki eiginlega sett puttan á það bara gerist eitthvað. Andrúmslofti breytist og Rúna kom inn á það áðan. Það bara eins og allt verður allt í henni mögulegt. Þið vitið, áætlun Guðs, það kemur eins og kippir í, þið vitið, þessa löngun að þjóna Guði. Og vá, hvað við þurfum á því að halda, að fá svona innblástur, eða halda áfram göngunni með Guði. Takk Jesús, trúarinnar góðu baráttu. Amen. Dísi, ef við ekki að rísa á fætur, það ekki tilvalið? Ef ekki að teygja hendur til himins og bara þakka Guði fyrir nærveru hans. Þakka honum fyrir að hafa bara snert okkur. Drottinn, ég þakka þér fyrir þennan dag. Ég þakka þér fyrir að fá að koma saman í húsi þínu, Drottinn minn, og þú ert hér mitt á meðal hér í dag. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að við þurfum ekki að gera neitt í sjálfu sér, heldur það eina sem við gerum að við áköllum þig, Drottinn minn, og þú tekur stjórnina, Drottinn minn. Þú, Drottinn minn, þetta þitt, þetta þín stund, þetta þín kirkja, Jesús. Og Drottinn, ég biði bara velkomin heilagur andi að starfa vild. Drottinn, viltu brjóta hlekkina innan með okkur, sem að gera það verkum að við göngum ekki fram í því sem að við eigum að vera að gera, Drottinn minn. Og Jesús, gefðu okkur opinberun og kærleika þinn og hver við erum í krafti þínum, Jesús, fyrir það sem að þú hefur gert, Jesús. Harabashia, Jesús. Og Drottinn, ég tala inn í líf fólks hér í dag, Drottinn minn. Þar sem vonleysi, þar tala ég von. Halleluja. Drottinn, þar sem sorg og sút, Drottinn minn, að þar getur þú gefið gleði þína, Jesús. Og Drottinn minn, það sem þunglindi, Drottinn minn, að þá getur þú gefið, Drottinn minn, Jesús, halleluja, betri líðan. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þegar okkur líður með einhverjum hætti, að þá getum við alltaf leita til þín, Jesús, því að þú ert uppsprettan okkar. Það allt fólkið í þér, Jesús, það allt í þér sem við þurfum. Og Drottinn, ég bið að við mættum teyga af þinni uppsprettu hér í dag. Harabashiak. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Amen. Við ætlum að taka fórn hérna eftir smástund. Mér langar til þess að bara láta okkur vita, já, komið fram. Mér langar til þess að láta okkur vita að það plan að hafa safnaðarfund við lok mánaðarins. Sest ekki núna í vikunni, heldur í næstu viku. Við gerum ráð fyrir 5. Sest eftir 10 daga, cirka 13-11 daga, eitthvað. Þið kunnið að reikna. Takk, Jesús. Það alveg ótrúlegt að ég hafði unnið einhvern tímann í banka. Var það ekki fyrir hrun? Það var einmitt eftir hrunu. Það var svo mikið álag að ég bara, já, ég þarf að læra að starfa upp og nýtt. En þið vitið hvað ég meina, eftir cirka. Ég vildi líka benda ykkur á, þeir sem eftir að skrá sig í kirkjuna, gerið það alveg endilega og takið þátt í verki sem að kirkjan stendur fyrir. Það nefnilega, vitið það, kirkjan ekki þessi bygging, hún ég og þú. Hún ég og þú. Og ég ekki merkilegri en þú. Við erum öll svo opaslega mikilvægi steinar, þannig ég hvet ykkur til þess að skrá ykkur næsta sunnudag, þá munu deila út bréfum þeir sem eiga að mæta á hana safnaðarfund, þannig að það fara ekkert á milli mála. Þannig að ég hvet ykkur til þess að taka þátt í verki kirkjunar. Allir tilbúnir? Amen. Allir að vona. En við ætlum að biðja hérna aftur, við ætlum að biðja fyrir fórninni. Þetta ekki búið að vera dásamleg lofgjör hér í dag? Það eitthvað að leysast úr læðingi. Ég bara finn það. Halleluja. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir að fá að gefa í ríki þitt. Þvílík blessun sem það að gefa í ríki þitt og bara gefa yfir höfuð. Drottinn, þú blessar, þú elskar glaðan gjafara. Og það nú þannig að þegar við sáum sáðkorni eins og við erum að fara að gera hér með fjármunum okkar, það stendur aldrei á þér, þú blessar, Drottinn. Og Drottinn, það vilji þinn að það verði ekki skortur í ríki þínu. Halleluja.
og verði viljið þinn fyrir land og þjóð, verði viljið þinn í Jesú heila nafni. Amen. I've been fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe what you say of me. I believe. Only thing that matters now is everything you think of me. You, I find my worth in you. I find my identity.
and I believe. Mér langar í eitt lag í viðbútt. Það er svo gott að geta fengið stundum að ráða. Mér langar til þess að við rísum á fætur, við syngjum lagið Halleluja. Mér finnst magnaði þegar við tekið þetta lag. Syngjum Halleluja saman. Þið til í það með mér? Það er svo ótrúlega mikil nærvera hér í dag og það er eitthvað við það þegar við syngjum Halleluja. Það er bara eins og við opnum hjartað og það gerist eitthvað. Og ég vil að enginn fari varhluta af því sem að Guð er að gera hér í dag. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur bara að loka augunum. Sumir eru ekki vanir að lyfta upp hönd og það getur verið bara nóg að gera bara eitthvað svona. Takið bara eitthvað pínlítið skref hér í dag. Já, og sumir eru alveg hér. Ég er alveg hér. En það þurfi ekki allir að vera eins og ég. Tökum bara eitthvað lítið skref hér í dag. Sýnu Drottni, við ætlum að bara opna hjarta okkar fyrir því sem hann vil segja og gera hér í dag. Því ég trúi að hann vilji brjóta einhverja hlekki. Ég bara virkilega trúi því. Ég trúi að Guð ætlar að brjóta hlekki hér í dag. Og undirbúningurinn á því er að hjarta sé á réttum stað. Þannig að syngjum saman lagið sem við elskum öll og kunnum öll. Alls þar í heiminum. Halleluja.
Gefið þessum elskum gott klapp. Takk Jesús. Takk Jesús. Varðandi bænina, mér langar til þess að leggja fram Emil. Hann alltaf að fá mjög alvarleg flogaköst. Ég trúi því að Drottinn vilji lækna hann og mæta honum.